fjórða þátt. Í dag ætlum við að tala um vegan. Við ætlum á kaffihúsi Víðir í dag. Sem er vegan. Við fættum viðtal niður hérna á Víði. En við ætlum svo bara að skoða það sem við vitum vegan. Er fólk sem borðar ekki kjöt, fisk og neitt kemur frá dýrum. Engar mjólkurafurðir, ekki neitt sem kemur frá dýrum. Það er svona frekar spennandi að skoða vegan. En það getur líka verið, gæti verið ógust fyrir vegan, sem væri gott að spyrja eitthvað sem eru veganir. Já, vegan getur verið svona óvenjulegt. Út af fólki það svona hefur til dæmis ekki alltaf, það eru ástæður fyrir því að fólk sé vegan. Það eru mismunandi ástæður. Sumir eru með umhverfisástæður og aðrir eru með dýravinskapsástæður. Fleiri ætur eru til en grænmetisætur og vegan eins og kjötætur, grænmetisætur og hráætur. Þeir sem eru hráætur borða ekki hrátt. Frekar gifnlegt en samt líka mjög ógifnlegt. Og auk þess eru margar minni ætur. Það er kannski meira bara matarstílar. Það er vegan og grænmetisætur saman en það er smá munurinn að grænmetisætur, mjólk, sumar hverjar borða fisk. En vegan gerir bara allar kröfur, engar dýraafurðir. Ætla einhverjum lögreglum sé vegan? Ó, þannig er lögreglustöðin. Ja. Nei, kannski minn, en það eru nú samt til veganborgarar. Vegan borðar svona mjög margt í staðinn fyrir annan mat, sem er svolítið svona óvenjulegt. Til dæmis á sumum hamborgarastöðum er þetta að fá eitthvað í staðinn fyrir hamborgarabuffé. Pulsur eru grænmetispulsur, en pilsur eru bara pilsur. Það er svolítið skemmtilegt hvað við borðum mikið spennandi mat. Vona að hafi fundist þetta skemmtilegt og fróðlegt hjá okkur. Þetta er líka að vera búið, en það er líka þannig að ef þið viljið vera vegan, þá getur þetta verið mjög góð leið. En ef þetta er svo lítið sem við getum sagt hér, þá er þetta nálgast upplýsingar vegan á netinu, sem er mjög skemmtilegt. Þetta festi ætlum við að passa upp á að Sundhöll Keflavíkur verði ekki rifin. Og ef ykkur er sama, er best að þið trúið okkur.